Ég heiti Sara Pálsdóttir og ég dáleiðari. Veistu eitthvað dáleiðslu? Nei. Hefurðu farið í dáleiðslu? Nei. Ok. Ef að þú gætir tekið þennan töfrasprota og gert svona og breytt hverju sem er við þig, hverju myndirðu breyta? Bara hversu feimin ég er. Hversu feimin þú ert? Já. Ok. Og við hvað aðstæður finnurðu fyrir þessari feimni? Oftast bara þegar ég er að hitta eitthvað nýtt fólk. Ok. Og finnst þér eins og undir þessari feimni sé eitthvað svona óöryggi? Já. Og myndirðu þá vilja fá sterkt sjálfsöryggi? Já, Og vera algjörlega. öruggur í þínu eigin skinni í hvaða aðstæðum sem er? Já. Hvað ef ég segði þér að það væri hægt að gera það hér og nú með dáleiðslu? Það væri frábært. Ég ætla að biðja um að horfa hérna á hendina á mér. Ég ætla að biðja um að fókusa á hendina mína. Og þú talaðir áðan að þú vildi fá sterkt og heilbrigt sjálfsöryggi, að þú fyndi stundum fyrir feimni og óöryggi. Biðja um að ímynda og sért í aðstæðum þar sem að þú finnur vanalega fyrir mjög miklu óöryggi. Hvaða aðstæður eru það? Ég myndi segja þegar það eru margir í kringum mig og allir að reyna að hafa samræðu og mér finnst eins og ég get ekki komið mér í samræðuna. Ok, ég ætla að biðja um að ímynda og sért í þessum aðstæðum núna. Geturðu séð það fyrir þér? Og það eru þarna nokkrir aðilar í kringum þig og það eru allir að tala saman og þig langar að taka þátt í samræðunum. Hvernig líður þér? Óöruggur. Óöruggur. Og finnurðu fyrir þessu óöryggi núna innan með þér? Já, smá. Og hvaða hugsanir fylgja þessu óöryggi? Það er hugsanir feimni, það er svona hræðsla. Feimni og hræðsla. Og hvar í líkamanum finnurðu fyrir þessari feimni og þessari hræðslu? Í fótunum. Í fótunum. Ég ætla að biðja um að taka ákvörðun frá hjartanu að fyrirgefa sjálfum þér fyrir að trúa því að þú sért feimin, að þú sért hræddur. Ég ætla að biðja um að taka ákvörðun frá hjartanu að trúa því að þú sért sjálfsöruggur. Þú trúir því í þínu hjarta að þú sért sjálfsöruggur, að þú sért öruggur með því að það sé öryggi í hjartanu þínu núna. Og þú finnur fyrir létti innra með þér. Og ég ætla að biðja um að fara aftur inn í þessar aðstæður í huganum núna. Þú ert komin inn í þessar aðstæður inn í framtíðinni og það er þetta fólk í kringum og þeir eru að tala saman. Hvernig líður þér? Betur. Betur. Þú ætlar að taka þátt í samræðunum, þú stígur inn í hópinn og byrjar að tala. Hvernig líður þér þá? Já. Ekki feimin lengur. Nei. Ekki feimin lengur. Finnurðu fyrir sjálfsöryggi? Meira, já. Meira sjálfsöryggi núna. Mjög gott. Ég ætla að biðja um að fylla hjarta þetta þessu sjálfsöryggi. Og það sem ég segi við þig núna er staðreynd sem að þú trúir í þínu hjarta. Þú ert sjálfsöruggur, þú ert glaður í eigin skinni, til ég vel í eigin skinni og þú ert öruggur með því í hvaða aðstæðu sem er. Og þessi hugsun, ég er öruggur, ég er sjálfsöruggur, er sjálfvirk hugsun sem er alltaf að spilast inn í huganinn. Geturðu heyrt þessa hugsun? Finnurðu fyrir henni? Já. Og þá ætla ég að spyrja þig núna, ertu sjálfsöruggur? Ég myndi að segja það, já. Já. Ég ætla að telja frá 1 upp í 3, svo smelli ég fingrum og þá máttu vakna og finna fyrir þessari stórkostlegu líðan. 1, 2, 3, þú opnar augun og vaknar og finnur fyrir þessari líðan núna. Takk. Hvernig líður þér núna? Bara vel. Já? Fannstu breytingun innan með þér? Já. Já?